Góðan daginn og velkomin í þátt númer 110 hér á YouTube-rásinu minni. Ég heiti Helga og ég handavinnu Óð. Nú í dag mánudagurinn 3. maí 2021 og ég var hér akkurat fyrir hálfum mánuði síðan. Þannig að ég bara, vonandi ég komin á ról aftur. En þið inn á betri stofunni, stofunni. Það er svo mikið sólinn í mínu herbergi akkurat núna að það allt alveg yfirlýst í drasl, þannig jákvæða færum við bara hingað í nýju stofuna sem við vorum að taka í gegn hérna korter í páska. Nú, mig að finna sem Helga A71 á Ravelli og Instagram og ég líka með sokkasnákar Helgu á Instagram en svona ekkert voða dugleg þar. Svo ég búin að sameina like-síðuna mína á Facebook, það sérst verkefnatöskur Helgu / sokkasnákar Helgu. Og þar finnið þið handavinnutöskurnar mínar eða töskur undir hvað sem og sokkasnákarna sem ég á tilbúna og líka alltaf hægt að senda mig gagn og ykkar eigi gagn og ég geri úr því. Nú í dag eru það klár, merki vinnslu og hvað á döfunni. Það datt ekkert í pokan, eða allavega ekkert sem komið til mín. Þannig að þetta verður held ég bara stutt og gott. En ég sit í klárinu, því klári sem ég má sýna ykkur. Þetta er Sinchestra eftir hana Ellie frá Skeindýr sem er nú er orðin doktorskeindýr. Hún var loksins að klára að verja doktorsritgerðina sína út í London og gaf meðal annars út geðveikslega skemmtilegt vesti af því tilefni. Mjög svona gamaldags og flott útprjóna vesti og auðvitað var ég að fá með það, annars í rauninni voru lítið sem að glepja mitt auga núna. Ég svolítið svona komin aftur í klára haminn, sagði hún ekki samfærandi. En peysan, ógislána með hana. Ég er búin að vera að spara hana sem ég klára hana svo ég geti verið ný og fín þegar þið myndi sjá hana. Ég er aðeins að brölta til þess að koma henni í mynd. En hún er svona og það er líka nákvæmlega eins. Hún er eins sem sett að framan og aftan með þessu óboðslega fallega útprjóni. Já, alveg bara ferlega skemmtilegt að gera þetta. Ótrúlega bara, já, hún var í rauninni fljótgerð og það er ekkert óvænt í uppskriftunum hjá henni Ellie. Hún leiði mann alveg í gegnum þetta. Liturinn sem að ég sé á skjánum er ekki alveg eins og liturinn er. En þetta er úr tvítgarninu frá henni Kristínu í Vatnsnes. Og hann er kannski meira... Hann er meira svona aprikósu heldur en bleikur. Þetta er sérst liturinn Karol tvítGK frá Vatnsnes og þetta er 85% ull, 15% Donegal nepp og það er sérst tvítið. Þetta er Donegal. Og það eru 212 metrar í 100 grömmunum og ég notaði 470 grömm í peysuna. Ég held ég hafi gert 4. stærðina og notaði 4 mm prjóna. Það var bara hérna sem maður notaði minni prjóna. Allt annað var svo 4,5 með sér strófið á ermunum og neðan á peysunni. Þannig að já, ég er rosalega ánægð með hana og mjög glöð að geta verið farin að nota hana aftur. Og þetta er svona svokallaður boat neck og þannig að á
á því maður þarf að sauma saman öxlina og hérna restina af ermin í, og náttúrulega ræður maður svolítið hvað maður hefur opið vítt eða ekki. Ég er allavega bara ánægð með þetta eins og þetta er. Og ég passaði mig bara á því þegar ég þvoði hana að vera ekkert að teygja hana neitt til og svoleiðis, af því að ég mátaði hana áður en ég þvoði hana og hún var bara fín, sko. Hún er mjög svona spot on með stærðirnar hjá sér og úps, hristi ég ykkur all, afsakið. Já, hún er mjög klár í þessu með að hérna, ef þú ert með prjónaföstu pröfu sem að eins og hún á að vera samkvæmt uppskrift, og þá eru stærðirnar alveg spot on hjá henni, finnst mér. Það er náttúrulega kaffi, nýkomin af æfingu og svolítið handlama. Svo vorum við að flytja systur mína helgina, en ég blaður það meira á eftir. Já, og þannig að þetta er annað klárið. Hitt klárið get ég ekki og má ekki sýna ykkur, en það var sýnishorn fyrir Stephen sem kom óvænt upp í hendurnar á mér, en var úr DK grófleika gafni, þannig að það flög svo sem í gegn og hérna og náttúrulega, þú veist, munstri eða uppskriftin var líka skemmtileg, þannig að það gengur allt mikið hraðar þannig ef að garnið og uppskriftin eru vel saman. Þannig að ég er þá búin með að segja ykkur frá klárunum. Ég bara opna hérna verkefnabók prjónarans þegar ég hérna er að lesa þetta upp fyrir ykkur. Nú, það sem er í vinnslu, það er eitt sem að ég var með síðast, svo 2 ný. Var ég ekki að segja hérna rétt á hana? En það var svo sem bæði verkefnin eru búin að vera í vinnslu í hausnum á mér, þannig að það var bara verið tímabært að koma á prjónuna. En þetta er hérna hálskragadæmið frá henni Amy í Stranded. Hún gaf upp svona hérna fría uppskrift af því hvernig hún gerir sitt. Þú veist, uppfytti hvað hún með marga lykkjur. Það eru sérst, ég held ég að fytti upp á 100 lykkjum, gerir 11 umferðir af lit og 11 aðal, eða þessum sem er alltaf eins á milli. Þannig að þetta er voða þægilegt. Þetta er 3,5 mm prjónn og ég tel, eða sérst, maður gerir 24 svona gæði. Sérst, þú endar með þá 48 rendur og lykkjar svo saman í restina og ert þá með svona 2-faldan kraga. Þetta er búið að vera svona hérna hvíldarprjónið og en samt er svona aðeins sem að hérna þrýstir á mig að vinna í því er það að ég er byrjuð á teppi, stóru, grófu, þar sem ég er að nota afgangana mína í. Ég er búin að hekla í teppið eina svona 100 gramma og með þessu ég er að hekla þetta sem tvöfalt með bara hvítu drops Fabel, lit 100. Þetta er 3. dokkan, þannig að þetta verður þungt og stórt teppi. Ég er eiginlega alveg að kafna í þessari peysu, en ég ætla að láta mig hafa það, þannig að ef ég byrja að róðna eitthvað rosalega. En þetta er það sem að afgangarnir ætla að verða. Þetta á að passa á hjónarúmið. Og það sem að mér finnst hvíti þráðurinn gera, hann svona mildar það hvað afgangagarnir getur verið ólíkt og kemur svona fallegri blöndun í það og náttúrulega skotgengur af því að ég er með 2-falt fingring og 6 mm heklunál
Ég man ekkert hvað ég fyndi upp á mörgum lykkjum, ég bara miðaði svolítið við hjónarúmið og já, og það ekkert flóknara en það. Passaði mér rosalega að bæði að hafa loftlykkjurnar lausar þegar ég var að fitja upp og fyrstu umferðina til þess að það ekki svona kipringur eins og hinu teppinu sem ég gerði svona úr einföldu fingurinn. Og ef að mér vantar meira af svona, að þá alltaf kostur að fara í það teppi og hekla það upp á nýtt inn í þetta hérna. Það mér langar að ná þessu yfir á allt hjónarúmið alveg og við erum, það 1,80 sem 2, þannig að en við sjáum bara hvað ég endist. Þannig að það sem að ég að afgangarnir sem koma úr hálskránum, Amy, það fer í körfu þannig inni og svo á ég fleiri svona gæja sem að enda með að fara í svona köku. Ég á náttúrulega alveg mökka af heilum svona mínihespum. En máli að mér langar að nota það líka í annað, þannig að þú veist, þegar ég er búin að nota það í eitthvað annað, að þá fer afgangurinn af því í þetta. Þannig að þetta verður bara stórt og fagurt, þungt og bara hrikalega gaman að gera þetta. Það eitthvað heklið svo fljótt að verða stórt. Síðan það flóð og fjara. Sjaláskrift sem fylgdi með einum áskriftarklúbbnum hjá henni Eddu og hún gerði þessa uppskrift og þú getur gert hana bæði svona bara án þess að vera með þetta kögur, en ég ætla að hafa kögur, mér finnst það svo geðugt alveg á nógu hespum sem að mega að fara í það. Og svo þetta líka bara dásamlega þægilegt prjón úr alveg trilltri hespu. Mér finnst þetta bara alveg bara af því að ég einhvern veginn búin að ákveða það að blátt klæði mig ekki. En þá svo hæfilegt af bláu í þessu að ég mun alveg rokka þetta í rót, sko. Og ég svona byrjuð, og þetta alveg bara mjög sjónvarpsprjónsvænt af því að kallinn bara á ákveðinu umferða en þú veist, hann gerst bara á og til og útaukningarnar eru mjög þægilegar og þannig að þetta bara mjög þægilegt prjón í sætipókanum sem að garnið kom í. Svo nú ný sending að fara að líta, kíkja ásamt ég pantaði mér áskriftarklúbbinn og ætla að fá mér 52 vikur af sjölum. Ég vænti þess að það komi bara svo saman í sendingu. Já, þannig að það það sem á leiðinni. Svo reyndar ég líka að fá ólitað garn af því að mágkona mín svölkona mín verður 60 í haust og búin að panta sjal eftir Stephen West, Striped Asian, úr Fingering grófleikanum og hún alveg með ákveðna lit, eða þú veist, hún vill bara fá litina eins og eru í stærra sjalinu. Ég bara sýndi ykkur það og ég fór í gær að leita að þessu og ég fann ekki litina neinstaðar þar sem það voru til í nægilegu magni og í sömu versluninni, af því að ég ætla ekki að fara að panta þetta héðan og þaðan úr heiminum og borga einhvern vangið toll í það, þannig ég pantaði mér bara mohair og Fingering grófleika garni og ætla að reyna að gera útbúa grátt garn og gult garn og bleikt mohair með. Þannig að það verður spennandi og ég hlakka rosalega til að gera þetta sjálf.
þetta getur mögulega orðið hérna veiðivatnasjalið mitt. Ég tek alltaf með mér sokkaprjón þangað og sjal. Stundum hef ég bara verið í sokkunum af því ég hef verið svo dugleg að veiða, en ef ég er ekki dugleg að veiða þá er geggja næs að hafa eitthvað til skiptana að gera. Við erum, já, og faktist þá er ég bara, búin að segja ykkur hvað er í gangi hérna, af því að alltaf því ég held að sé að fara að verða afsöki rólegt í okkur, þá klikkar það, en samt ekki. Systir mín flutti núna hérna bara í næstu götu við mig ef við byrjum að flytja á föstudaginn og kláruðum á laugardaginn, og sonur hennar var líka að flytja í sama hús, bara í kjallarann. Þannig að við vorum á hausi að aðstoða þau og skila á okkur húsi systur minnar. Þannig að það var þrif og flutningar og læti, en frændi minn þarf ekki að skila sínu eins fljótt. Og síðan var árgangurinn minn með söfnun sem heitir Stokki fyrir Svenna. Það er skólabróður okkar sem lenti í mótorhjólaslysi á sunnudaginn 1. í fyrra og er lamaður frá brjósti og niður úr. Og hann er mikill svona útivista og ævintýragaur og langaði ofboðslega í svona off-road hjól sem að hann getur stýrt sjálfur og hjólað í. Og það er sérsmíðað fyrir hvern og einn einstakling út í Bandaríkjunum miðað við þarfir og getu. Og þetta kostar hingað komið hátt í 3 milljónir, og eins og við flest vitum sem að höfum þurft að díla við kerfið, ég náttúrulega þekkjum það allt og vel eftir að hafa gengið í gegnum þetta með Ragga heitinn frænda, að þá lætur kerfið ekki hafa neitt sem að veitir þér sem er svona umfram, eitthvað sem er kannski ekki alveg nauðsynlegt, en samt nauðsynlegt bara fyrir andlega geðheilsu. Og þannig að við ákváðum að henda í söfnun fyrir hann, og það var trillt gaman. Það var þannig að við þurftum að fá 71 stökkvara til þess að hoppa í höfnina hérna rétt hjá mér, og fólk hét á stökkvarana. Það voru 177 mann sem stukku í sjóinn. Yngsta var 5 ára, ég veit ekki hvað elsta var, en þetta var alveg hrikalega gaman. Þórdís Kolbrún ráðherra reið á vaðið og stakk sér eins og hún væri að stökkva á einhverju stórkostlegu dýfingabretti, en ekki bara einhverju ógeðslegri smábátabryggju. Og Halli Melló kom og bæjarstjórinn okkar sem er jafnaldri minn og skólabróðir, þau voru hérna 3 í farabróti, og svo var fólk að koma alveg til 3 daginn að stökkva og fengu styrki frá ótrúlegustu stöðum og fólki, og þetta var bara ofboðslega vel heppnað, og Svenni var þannig bara átti ekki til orð, var þannig allan tíman, og ég held að okkur hafi tekist að ná markmiðinu. Sjálfsögðu var björgunarsveitin á svæðinu til þess að aðstoða okkur með þetta, og við launum þeim það. Og þetta kom í öllum fréttamiðlum og svoleiðis, þannig að þetta var rosa gaman að hlaupa niður á höfn og fylgjast. Við vorum í rúman klukktíma að fylgjast með helgi áður en við hentum okkur svo í flutningana. Þannig að já, þetta var eitthvað sem var svo auðvelt að framkvæma þrátt fyrir fjöldatakmarkanir og sóttvarnadæmi og svoleiðis. Og þegar það var farið að verða svolítið þéttnir á bryggjunni, þá vorum við bara duglega að sýna gott fordæmi og skella á okkur grímunum. Og það var alltaf passað upp að það væri ekki of margir á bryggjunni og þess háttar. Þannig að þetta gekk allt ótrúlega vel. Og þeir eru svolítið vígalegi strákarnir í árgangunum mínum. Það verið að bæta fyrir syndir sínar. Við vorum svolítið erfiður árgangur í grunnskóla, og við erum á fullu við að bæta fyrir brot okkar, fyrir að gera kennunum okkar
lífið erfitt og þar fram eftir göttunum. Nú og svo framundan bara, ég fekk boðið að fara í brjóstamyndatöku og sjálfsögðu dreif ég panttíma og að skella mér í það. Við þurfum öll að passa på þetta. Það ekki lengur boðið upp á þetta en upp á Akranesi, þannig að ég þarf að bregða undir mig betri fætinum og skjótast suður í það. Svo ég að fá seinni Pfizer-sprautuna á miðvikudaginn. Með hvað ég var veik eftir fyrri þá hugsa ég bara takk ég rólega á fimmtudaginn. Og svo bara komið sumar. Við erum erum að fá mann í að múra og mála húsið utan. Við þurfum ekkert að skipta okkur því. Þurftum að rífa aðeins upp hluta af pallinum svo hann kæmist almennilega að húsinu. Þannig að við gerðum það í gærmorgun. Þannig að við erum orðin svolítið laus við að fara að geta bara farið í ferðalög og leika okkur meira heldur en við gerðum í fyrra sumar. Þannig að við erum bara mjög spennt fyrir því. Og þó það hafi staðið -1 á hitamælinum í morgun. Það breytist fljótt. Maí verður góður. Veðurfarslega séð sýnist mér. Þó þessi pínu kalt ennþá. En annars bara allir hressir og sprækir. Eins og ég segi, við dreifum okkur á æfingu í morgun og með að koma þreytt í gær eftir flutningana og það. Já, og fimmtudaginn þá sóttum við líka 18 fermetra af hellum. Þannig að maður var orðinn ansi dasaður í höndunum en æfingin gekk samt vel í morgun. Við fórum líka mjög snemma. Við heldum að við verið fann svo klukkan 9 í gærkvöldi. Og já, þannig að það bara góð vika framundan og nóg að gera í að dúllast í þessu sem í kringum mig Það náttúrulega fullt af bókum inn í herbyggi með ókláruðum verkefnum sem eru svo sem ekkert að angra mig á meðan þau eru out of sight, out of mind. En ég ætla bara að dunda mér í þessum 3 sem ég með frammi hjá mér. Svo bara leið og eitt klárast af því þá fer ég inn og tek annan bóka fram og held áfram bara með það sem ég með. Því eins og ég segi það ekkert akkurat sem hluti koma að sé. Ekkert eitthvað sem sem ég alveg trillti að fara að fitja upp á núna. Þannig ég ætla bara að njóta þess og vinna bara í þessu sem ég með En það ekkert meira til að tala um. Ég bara að tafsa til þess að ná þessu upp í einhvern mínútufjölda en við látum bara þetta duga. Og ég óska ykkur góðra og gleðilegra handavinnuveikna og við sjáumst fljótlega. Takk fyrir og bless bless.